Viktorandleg fræði, 24. kafli, hið líkamlega. Þó svo að andleg vakning og opnun séu af andlegum toga og snúist í megindráttum hina andlegu hlið mannsins, þá samt sem áður mikilvægt að huga að líkamanum og líkamlegri heilsu. Líkaminn faratæki sálarinnar sem fær einn líkama í hverju lífi og því mikilvægt að hlúa að honum sem og líkamlegri heilsu. Eitt af því sem breytist hjá flestum mataræðið og gerist þetta í flestum tilfellum ómeðvitað. Hinn vaknaði byrjar rólega að breyta matarvenjum sínum og byrjar oft á tíðum að borða hollari mat en áður. Mikilvægt að leyfa þessum umbreytingum að gerast hægt og rólega og nánast á sjálfum sér. Ekki ráðlegt að taka huglægar ákvarðanir og breyta of hratt mataræði. Það getur leitt til þjáninga og vanlíðan þar sem líkaminn ekki tilbúinn í snöggar breytingar. Best að leyfa þessu að gerast í hægum skrefum og vera meðvitaður þarfir sínar og langanir og þannig með mataræðið breytast. Hver og einn þarf að finna sinn hraða og sínar þarfir þegar kemur að því. Stundum kalla líkaminn á ákveðin efni og þá kemur sterk löngun í mat og næringu sem innihalda slíkt. Sumir getur spurt, má ég borða þetta og má ég borða hitt? En svarið einfalt. Hver og einn þarf að finna það með sjálfum sér hvað það sem honum hendar. Vera ávallt meðvitaður sjálfan sig, hvort sem það eru hugsanirnar og eða líkamlega þarfir. Það farsalast að leyfa andlegri opnun að flæða og líða áfram á nokkura þvingana, því þvinganirnar og spenna hægja á ferlinu. Þarfir hvers og eins eru misjafnar og þær breytast eftir því sem líður á opnunina og eftir því sem meðvitundin hækkar. Því best að leyfa þeim breytingum að gerast á eðlilegan hátt á nokkura innri átaka né þvingana. Öll hreyfing af hinu góða, hvort sem það eru göngutúrar, sundu eða hlaup. Göngutúr með hugleiðslu góður fyrir líkamann og einnig fyrir hið andlega. Slíkt nærir sálina og kemur orkukerfum líkamans á hreyfingu. Gott að nota slíka göngutúra til að hugleiða og þjálfa sig í að tæma hugan. Eftir því sem meðvitundin hækkar þá eykst orkan og orkuflæði í líkamanum. Hann opnast jafnt og þétt fyrir guðsorkunni sem flæði lengra og neðar í líkamann eftir því sem hinn andlega opnun gengur lengra. Þetta má skynja í hugleiðslum þegar hugurinn tæmdur og orkan dregin inn nefið og niður í maga. Þessi orka heilandi og heilar og læknar viðkomandi og jafnvægi kemst á taugakerfið. Gömul fyrirstaða losnar og óhrein orka hreinsast út og þannig heilast og læknast líkaminn. Þetta gefur yngra útlit þar sem húðin sléttist og yfirbragð viðkomandi verður léttara. Þeir sem lent hafa í áföllum af einhverju tagi þjást oft líkamlega því líkamlega heilsa og rætur sínar rekja til andlegra líðanar. Allt samtengt og samofið og því mikilvægt að hlúa að líkama og sál svo fullkomið heilbrigði náist. Svefnin einnig mikilvægur og gott að hafa reglu á honum því þannig næst meira árangur í andlegri opnun. Það geta komið tímabil þó sérstaklega í byrjun andlegrar opnunar þar sem svefnþörfin eykst til muna og viðkomandi skynjar mikla þreytu og mikla þörf fyrir að sofa. Sumir geta sofið í 12 klukkustundir á sólarhring í marga daga. Þetta vegna breytinga á orkukerfi líkamans sem á taugakerfi hans. Gömul þreyta flæðir út og einnig taugakerfið að ná jafnvægi. Mikilvægt þegar þreyta og svefnlöngun koma yfir að leyfa sér að hvílast og láta það eftir sér að sofa. Það mun flýta fyrir framförum í hinu andlegri opnun. Mikil átök eiga sér stað í líkamanum þar sem gamalli óhreinni orku skipt út með nýrri og hærri orku. Sá sem hugar að líkama sínum og sinnir þörfum hans flýtir fyrir försinni og andlegri opnun. Allt þarf að vera í jafnvægi svo að árangur og framfarir náist.